kannski það óumflýjanlegt að við munum bara deyja út og kannski það allt í lagi, en það aftur á móti Við munum ekki deyja út, þú veist, við bara munum verða, við munum, okkur mun hæja, fólksfjölgunin mun hæja á sér. Ég meina það Já, ég meina ef þú yfirfæri það á 10 kynslóðir, að þá deyjum við út. Svo veit ég hvað gerist eftir það. Nei, við veitum það. Sjáum til hvað en ég gerist. Segja, skilur, ef þetta 10 kynslóðir, þá einhvern veginn, þá eru við að deyja út. Já, þetta ekki, ég held að þetta sé ekki línuleg þróun, og þau lönd sem eru á undan okkur í þessari þróun, Þýskaland og Japan, þeim hefur ekki, í Þýskalandi þá hefur bara verið fólksfjölgun út á innflutningi. Það getur verið líka önnur, önnur birtingamynd þess að, við myndum þurfa að flytja inn meira fólk til þess að bara halda uppi hagkerfinu okkar. Já. Og fólk getur haft alls konar skoðanir á því, en þetta bara... Ég ætla að beða Snorra að koma inn núna. Já, þetta er að gerast út um allan heim og við erum að eldast, sé bara rosa mikið af vandamálum sem fylgja því og það hægt að, við höfum séð hvernig hægt að komast til móts við þessi vandamál, en þetta lætur okkur líka kannski hugsa hvað þetta mikill svindltími í uppbyggingu þjóða sem bara átt sér stað núna 19. og 20. öld í Evrópu, þegar dánatíðnin lækkaði hratt og fæðingartíðnin var ennþá há. Þú varst með ótrúlega mikið af fólki á vinnualdri. Svo núna endur við í öfugu hlutfalli, þannig að við varst með ótrúlega lítið af fólki á vinnualdri. Auðvitað mun þetta leiða til einhverja vandræða og ég vona bara að við náum að tækla þetta, en þetta er svona langtíma vandamál sem ég held að muni leiða til rosalega mikils ójafnvægis í heiminum á milli landa og